Þá skulum við halda áfram. Það var spurningin hver selur þetta. Það er hérna mitt fyrirtæki gerir það. Ég fékk þessar vélar frá Noregi, frá Norðurlanda umboðinu og fékk að hafa þetta með mér af því að mér finnst voðalega spennandi að vinna með eitthvað sem er nýtt og spennandi. Og í þessum vélum þetta hafa yfirleitt verið dálítið stórir klumpar hingað til, vélar sem hafa verið notað til eftirlits og annað. Mér finnst þessi að vera mikið framstæðari. Þessi er sem sagt kannski fyrir slökkvilið og hinn svarta sem einhver með kannski núna. Eða skilja hann eitthvað Komur í vasa? Það var einn vast ekki vinnuna. Það var henni í vasan eitthvað. Það fylgir með henni bara svona slíður til þess að... Og alls bara með þess að einu vél. Minn eitthvað fann að ruggla þarna. Af því að það er sko, sýn ykkur það sem er í þessari tösku, það er hérna... Það er meira venjulegt að svona vél til eftirlit sé á stærð við þessa eða jafnvel stærri. En þetta er hins vegar reykkafararvél. Þannig að þessi er með vídeo og wifi uppfærslu og annað til þess að reykkafarinn sjá í gegnum eldinn. Hún náttúrulega lyktar alveg eins og andskotinn frá þessu búið að þó þetta. En svona vél hún kostar 790.000. Þannig að þess að það er talsverður munur á þessu. Þessi má ekki fara inn í eldinn, þessa má taka með þér. Ef einhver vil skoða hana, þá er hún hérna, en ef varguð, hún lyktar ekki ný. Heyrðu, þá erum við búin að segja ykkur aðeins hvernig One 7 er búið til, sjálf fróða. Og svo að því að við erum að tala iðnað og ekki iðnaði, þá eru þessar útfærslur til að fyrir iðnað og ef að það er semsagt ákveðin eða er sett upp sem dælustöð að þá þurfum við að hafa rafmagn og við þurfum þó nokkur rafmagn til þess að drífa bæði dælu og loftpressu. Við þurfum eitthvað svona stjórnun á kerfinu og svo höfum við sjálfan fróðublandarann og í frá fróðublandaranum að þá er hægt að senda fróðuna út á mismunandi tengingar. Það getur verið mónitor, það getur verið handlína, það getur verið rótorar í þakinu, það getur verið stútar sem að flakka fram og tilbaka eða það getur verið dísur, allt eftir hvað við erum að ræða. Þegar maður er að hanna svona lögn, þá þarf lögnin frá deilinu, þar sem að lokinn kemur inn á kerfið, þá þarf lögnin að vera hönnuð eins og gaslögnin, þar segja síminn. Það er til þess að fróðan komi öll á sama tíma út í alla anga þar sem hún á að fara. Þetta getur lítið svona út. Þetta er svona uppsetning fyrir jarðgöng í Þýskalandi þar sem að þetta er staðsett í dælurými í hvorum enda á jarðgöngunum og svo eru rótorar í þakinu á göngunum þar sem er verið að keyra í gegn. Hvað af þessu tilheyrir slökkvukerfinu? Allt þetta dóti? Þetta allt tilheyrir slökkvukerfinu, en við erum að tala um jarðgöng. Já, bara... Þannig að þetta er alveg stórt. Það er svona geta verið eitthvað annað líka. Stjórnstöðin, eins og þetta rafmagnsstýringin er hér, blöndunarstöðin er þessar tvær hérna og svo fara rörin hérna upp og út og svo er í þessum kössum dælur og loftpressur. Og í jarðgöngum þá er alltaf tvennt af öllu. Öryggið er með þetta mikils og þetta er í jarðgöngum sem að liggja eiginlega á hraðbrautinni sem að liggur eiginlega frá Frankfurt í áttina Berlín þar sem að það er sitthvort hlaupið fyrir umferðina en þau eru mjög brött og það gerðist einmitt bara fyrir einhverjum 2-3 ára síðan að það kviknaði í bremsum á vörubíl sem var á leiðinni niður og startaði kerfinu og það fór í gang og það náði að hindra brunan þannig að það var bara húsið á bílnum sem að eyðilagðist, ekki farangurinn eða farmrýmið þó svo hann væri með svona þessa einföldu, þetta var ekki skápur heldur var þetta með segli. Þannig að það náði að stoppa það brunin var einangraður bara í húsinu á bílnum og það sést á vídeóinu að það logarnir standa upp og svo faraði niður og þeim er haldið niður hann til slökkvilið kemur og tekur svona handlínu á veggnum og klárar. Hvað var notað til að tryggja kerfið?
Í þessu tilfelli var það optískir skynjarar sem að meta að hitinn fer óvenju hratt á ákveðnum stað og þá startar sá sektor eða sem sagt kemur melding í stjórnstöð og stjórnstöðin verður að samþykkja. Í svona göngum, hvað skipta þetta upp í langar sektorar? Það frá dælustöð 500 metrar. Þannig að ef þú ert með kílómetris göng þá ertu með dælustöð sikur menta. Já, varstu ekki að meina hvað tekur stórt svæði? Hvað stórt svæði fer í gangi inn? 300 fermetrar. Þetta greiða tíma til að skoða hvað þetta þessi 500? Hún fer ansi hratt. Okay. Þannig að það bara rétt 1,5 mínúta sem responsið á hálfum kílómetri. Og það sett í kílómetrin, það sett sikur megin. Það til þess að þú getur, ef að bruninn byrjar sem 400 metra, þá fer dælustöðin hérna í gang og sendir 400 metra og byrjar að slökkva og hin stöðin byrjar líka að senda frá þér. Þannig að þú getur tekið 2 sektora í einu frá sikkur hínu. Af því að þú ert með dælustöðina á 500 metrum og svo sendir á móti, þá getur í rauninni startað stöð sem bara 100 metrar og svo kemur hinn með 900 metra. Eitt tilfelli eru mónítorar, eins og til dæmis hérna á þyrlulendingafalli á þakinu á sjúkrahúsi. Og það gerir það að verkum að það þarf ekki að vera með eins stóran tank og dælustöð upp á þakinu eða í byggingunni, heldur getur haft tankinu og dælustöðina í kjallara og svo sendur frá þennan. nokkur mótstaða í lögninni þarna upp? Jú, pínlítið. En það er ekkert niðurvað? Ekkert niðurvað. Þegar ég svona leiðbeinandi sem kannski búinn að hafa óvenju mörg tækifæri til þess að nota fróðuna, þá leigir svo 17, þær leigja mig tilbaka til þess að fara hingað og þangað og vera leiðbeinandi. Og eitt af skemmtilegu verkefnum það var að ég fekk að standa upp á toppnum á hálfbyggðu Marriott hóteli í Dubai og ég skapaði algjöra kaos fyrir framan lobbyið þegar það snjóaði. Það er að segja að við lögðum lagnir inn í hótelinu af því að það var í byggingu, það fengið að lánað, slökkvilið. Og við lögðum 640 metra því við þurftum að fara fyrstu 12 hæðirnar svona upp stígan. Svo lögðum við 640 metra lögnum og eftir fyrstu 12 hæðirnar þá gátum við farið beint upp í lyftuna. Þegar fyrstu 12 hæðirnar voru tilbúnar og fengum við bara að nota stígahúsið. Og svo fórum við beint upp og síðustu 12 hæðirnar, síðustu 6 hæðirnar eru bara svona tæknihæðir. Það er engar íbúðir og svoleiðis. Þannig að þar var líka orðið töluvert tilbúið og þá þurftum við aftur að fara í stígann. 640 metrar á stöngum, 340 metra upp. Og það voru rétt 4 mínútur frá því við ýttum á takkan og þá vorum við komið slökkvefni af mjög góðum kvalitet. Einn spurning að þú tala um að þetta er pressufall í þessu? Jó, það er, en það er mjög lítið. Þú keyrir þess á slökkubíl afsláttur upp? Í Dubai þá notum við 12 barakerfi. 12 barakerfi? Já. En í öllum tilfellum á Íslandi þá tel ég að það sé nóg með 8 barakerfi. Þannig að 8 barakerfið, það er út með 2,5 tonn lögn, þá ertu alveg með leik að fara upp í 120-130 metrar. Og þeir eru með lítið bíl, með litlu kerfi hérna á Húsavík. Og þeir voru að prófa í nýju verksmiðjunni og þeir fóru 35 metra upp og alveg þvílíkar krókaleiðir og með litlu kerfi. Og þessu var mjög flott fróða sem kom út þegar þeir voru komið. Er það bæna þessu gegnum stíflesni? Já. Bara vennilega? Já. Ef það er hindranir eins og kranar eða lokar eða eitthvað svoleiðis, þá er ekki nóg að dæla í einstaklega heimilstöð. Hvernig er þrif á þessari fróðu? Þrifin eru þannig að eftir slökkvistarf þá er best að bíða hann til að vatnið á fróðan ykkur upp og þá verða bara svona taumar eftir að fróðunni og ef maður er með klút og sápu þá hreinsast það allt sem
það er bara 3 prómíl af blöndunni er froða. Þó svo að það líti út hérna að þetta sé mikið, þá er það mjög lítil sápa í þessu. Þetta er ein lausnin, þarna eru 4 rótorar sem að starta yfir í svona sorpflokkunarstöð sem að tekur á móti plasti og þær hafa einhverja leiðinda kæka að vilja hýtna í þessu og byrja að brenna. Og þá er þetta bæði eftir að starta þessu meðan það eru termíski sensorar sem að gefa signal í stjórnstöð eða jafnvel nota að starta á sjálfum sér. Og þá það geta líka verið reykskynjar eða það geta líka verið að ef það er fólk að vinna þarna og það sér reyka þá hleypur það að næsta takka á vefnum og klemmir inn og þá er takkinn tengd við sektorinn þar sem það er ít á hann og þá fer hljóðbjörnum þangað. Þetta er svona skápur sem er tengdur með flöskum og þá getur maður sendt slökkviefni út mismunandi staði. Hérna er einn stærri gerð að þá er til dæmis í þessu þá er sem sagt fyrirfram blöndað vatn og froða og sem sagt það fer í blöndunarbúnaðinn og svo kemur gassi hérna nítrógen og svo er það sendt út á lagnirnar og á þann sektor sem að passa. Þarna þarf enga dælu því að þessir eru vatninu er dælt með þrýstingi, sama þrýstingi sem við hefum. Hvernig öldrun á þessari blöndu? Öldrunin á blöndunni hérna er mælt með því að það sé skipt hana árlega. Ég hins vegar, það eru nokkur slökkvilið sem hafa keypt froðuna og forblandað og notað í hefðbundin froðukerfi á slökkvibílum og þeir hafa verið að nota hana alltaf 4 ár og finna engan mun. Það er hérna 4 nítrógen sílindrar ekki til að spæða ekki þá margir sílindrar til að tæma. En það fer eftir hvað með mikið vatn. Þetta er eins og þetta dæmi sett upp að það er. Já, hérna er dæmi sett upp að loftkútarnir, þeir duga bæði til þess að setja nítrógen í blönduna og til að pressa öllu vatninu sem er í þessum kútum. Þannig að þetta er í þessu dæmi eru 4000 lítrar, 2000 lítrar hérna og þá erum við með þessar stóru flöskur svona á 4 til að takla hana. Hérna er minnikerfi, ætluð fyrir eitthvað til dæmis eins og vélarrúm eða eitthvað svoleiðis og þarna er hægt að setja alltaf að þarna er þetta byggt eftir hvað maður ætlar að hafa langan tíma þangað til að maður kemst að með annan slökkvimáta. Frá 2,5 til 10 mínútum, það fer eftir stærðinni á kútnum og svo er þá nítrógenflaskan líka eftir því hvað maður þarf. Hérna er svo önnur lausn. Þetta er notað það sem er kannski mest hætta á að eitthvað gerist þegar einhver er að vinna. Til dæmis við vinna með slípurokk eða suðu eða eitthvað svoleiðis. Og þá er hægt að hafa þetta þannig að þetta er tengt við húskerfið, að vatnið er tengt inn í það aftan. Það eru nítrógenflöskurnar standa þarna og það er jafnvel hægt að hafa það þannig að leið og þú rífur í stútinn og ferð af stað og tekur innsiglið á kútnum og þá fer kerfið í gang. Og þarna erum við að tala um 650 lítra á slökkviefni á mínútu og við notum um 100 lítra af vatni á mínútu. Og þá dugar sem sagt froðutankur sem er hérna inni, hann dugar ásamt nítrógenkútnum fyrir alltaf 20 lítra nóttu. Það kostar svona gík. Já, það er það. Þetta er svo rosalega misjafnt að ég man ekki verðinu á öllu saman, en við skulum taka það bara hvert tilfelli fyrir sig. Þetta setti ég til Þýskalands, hver eru þörfin og þá setja þér upp kerfi sem passar fyrir það rými sem að beðið um
og svo farið þú tilboð sem passar akkurat fyrir það. Hérna er bara mynd sem að sýnir hvernig þetta gerist í jarðgöngum og það er hægt að keyra í gegnum fróðuna. Það verður svona eins og þétt snjókoma og þurrkurnar þær hreinsa fróðuna á rúðunni og bremsuskilin eru nánast þau sömu eins og á blautum vegi. Það verður ekkert sleipt eins og á fljúgandi aftur. Geta örugglega fundið hérna myndir. Hérna til dæmis, ég sýndi ykkur hérna. Hérna er búið að setja upp sektora og svo þegar kerfið fer í gang þá byrjar það svona hægt og rólega og svo þegar það er komið fullir þrýstingur að þá byrjar rótorarnir að snúast. Í þessu tilfelli er svona þró fyrir móttöku og sorpi. Þá fer hluti af bunnunni beint niður og dreifist svolítið út yfir og svo taka rótorarnir hringinn. Og þarna eru kerfið 2 sektorar. Þannig að þetta var svona í stóru dráttum, þar sem ég var að segja ykkur í dag. Og ég vona að ég hafi kannski opnað hugann til þess að hugsa eitthvað sem er ekki alveg munið. Og ef það er eitthvað sem þið teljið að þið hafið áhuga á, þá að gera hafa samband og við munum setjast niður og reikna það sem passar og svo gerum við tilboðin. Hvað var það? Slökkvilið þá byrjaði ég að selja þetta hérna á Íslandi svona í kringum 2000 og þá komu 5 svona kerfi hingað til Íslands fram til 2008. Svo gerðist eitthvað og það var mjög lítið af peningum í slökkviliðunum í nokkur ár en hins vegar núna síðasta ár og þetta ár þá hefur greinilega losnað töluvert af peningum þannig að á þessu ári þá koma 11 óansæjandi tæki til Íslands. Síðastas fékk ég plantum í gær. Þannig að í lok þessa árs þá verður það komin 16 óansæjandi tæki í notkun hjá slökkviliðum og það verður meðal annars sem ég veit ekki. Þeir fá 4 bíla með þessum kerfi og þeir geta á þessum 4 bílum sprautað 5.000 lítrum af blandaðri froðu á mínútu per bíl. Þannig að allir 4 eru settið saman þá eru 20.000 lítrar af blönduðu slökkviefni á mínútu þar sem að þeir eru að nota 4.000 lítra af vatn. Þannig að fyrir venjulegan húsbrunna eða íbúð þá er það algjört overkill og svo kemur fyrir að það er einhver innanur eða annað sem að krefur meira slökkvimagns og þá er þetta mjög öflug lausn í því. Til dæmis ef það er iðnaðarhúsnæði sem er ekki 30-40 metra langt og þú nærðu að opna hurðina og sérð inn yfir þá þarf ekki slökkviliðsmaðurinn að fara inn til að slökkva. Það getur staðið í hurðinni, sprautað jafn góðu slökkviefni á 10 metra eins og á 40 metra. Það kemur til með að auka öryggis slökkviliðsmanna töluvert. Að hafa möguleikann til að standa úti og gera eins mikið og hægt er úti og hafa svo inn að slökkva eftir. Hvernig er sala hjá okkur í Bandaríkjunum? 1.7 hefur verið selt mjög lítið í Bandaríkjunum og mín teóría hvers vegna, það er að Bandaríkjamenn eru sérstaklega duglegir við að kaupa það sem er smíðað heima. Og að taka á móti evrópskri vöru í Bandaríkjunum, það er mjög hreint. Þeir sem að ég er með umboðsmann fyrir þeir hafa tekið með sér þeir hafa tekið með sér slökkvibíla og stígabíla og körfubíla og allt mögulegt sem bíla á mann og skani og allt mögulegt til Bandaríkjunum, þessar hefðbundnu bíla
þeir fá talsverðan áhuga, en svo er það stopp. Það gerist ekki neitt. Þannig að þeir eru mjög patriótískir og sérstaklega slökkvilið. Þeir vilja hafa sína stóru bíla með miklu trómi og 3000 gallon helst í staðarbúnað á dælu. Á meðan hérna á Íslandi þá er mjög algengt að menn séu bara alveg góðir með 3-4.000 lítra dælu. Og í Evrópu. Þannig að það er mín teóri, af hverju þetta er ekki mikið í Bandaríkjunum. Er það samið í Kanada? Kanada er búinn að kaupa slatta af 17. Þeir eru opnari fyrir Evrópsku. Ég veit að þeir voru að gera núna bara nokkuð góðan samning í Vancouver. Það voru 35 tæki sem átti að fara þangað á næstu 5 árum. Brasilía hins vegar þeir líta mikið meira til Evrópu og það er eitthvað tölvöld á hans. Ég er með hérna umspjöld með nafninu mínu og símanúmerinu á sem ég fengið að tekja með ykkur. Má ég spyrja? Já. Alltså provas precis que eres spinnarinn. Det står spinnarinn. Í Spennarinn. Já. Þá mælum við nú ekki með því að nota A-fróðuna, en við höfum B-fróðu sem er mjög góð fyrir spennaolíu. Og það er hægt að setja þetta upp sem dísur eða rótor í spennarinn eða jafnvel með fjarskiptum og litum. Og þetta virkar mjög vel á spennaolíuna sem er oft vandamál. Spennirinn sjálfur er ekki vandamál, það er olían sem rífur. Þannig að það er til, laust fyrir það. Hvað hefur 17 fyrir fram yfir önnur kafskerfi? Það er að blandan er tilbúin í tækinu. En kafskerfin eru háð því að blandan gerist í slöngunni á leiðinni þangað sem það ætlar að nota. Það er aðalmunurinn. Magn eða slökknir Og svo er sem sagt í hefðbundnum kafskerfum þar er notað meira vatn og oft meiri froða heldur en er notað í 17. Til dæmis er mjög algengt að það sé verið að keyra 300 lítra af vatni í sömu slöngu og við erum að nota 150. Sem gerir það að verkum að þú færð ekki eins mikið loft með í slönguna og þar af leiðandi verður að nota meiri froðuhvata til þess að fá svona fluffy froðu. Af því að þá er blöndunarhlutfallið kannski 1 á móti 2 eða 1 á móti 3. Hreinlega vegna þess að físíkin leyfir ekki meira loft í slöngunum. Og sérstaklega fyrir þá sem að praktisera slökkun innanhús, að það er mjög mikilvægt að þegar þú lokar stútnum, þá geymir froðuna í slöngunum. Það er að segja, þú lokar stútnum, svo pakkast froðan í slönguna, alveg aftur í bílinn og þegar það er komið í bílinn, þá lokum við fyrir blönduna í bílinn. Þannig að slangan verður eins og þrýstihólf og þá er froðan eins og hún er í slöngunni. Í þó nokkuð margar mínútur. Og svo opnar þú slönguna og þá eru sem sagt froðukúlurnar sem eru næst stútnum. Þær fara hratt eins og fjandinn út úr slöngunni og gefa þess að byrjunum kastling. Og svo þegar slangan smá saman tæmist og þá opnar bílinn fyrir nýja framleiðslu. Þannig að þú ert alltaf með sömu froðu alla leið. Í kafskerfi, af því að slangan, turbulensin í slöngunni, er það sem að blandar froðuna, þá leið þú lokar stútnum hérna megin, þá fellur froðan í slöngunni. Vatnið fer neðst, froðan verður eitthvað að hluta til í vatninu og loftið er efst. Svo þegar þú opnar stútinn, þá verður að fá flæðið til þess að það byrja að blanda sig aftur. Þannig að það geta liðið á 60 metra slöngu alltaf 10 sekúndur frá því þú opnar og þá getur þú komið góða froðu aftur. Af hverju þeir gera þetta svona? Ég veit ekki. Það finnst að það er tilvæmnilaust. En hún kostar heldur meiri peninga, en þeir sem að setja sig inn í það, að það yfirleitt flest allir á Norðurlöndum hafa keypt Vonsen. Er líftími á Norðurlöndum bara í? Já, tanknum. Já. 25 ár. Þá er mælt með því að taka prófa með 5 ára frestur og halda.
En það sem sagt í lokuðum tanki sem ekki verður aðgang á súrefni. Á slökkvibílunum þá notar maður bara 20 lítra sem það og þá bætir maður bara á 20 lítrum á tankinu og alltaf að rokka í þessu 20 lítra bíl. Ef þú notar meira en alltaf fyllur tankinu eftir. En ef þetta er bara slökkvibíl sem keyrir alltaf að slökkva eitt bíl þá verður maður kannski að nota hálfan til lítra af fróðu. Mestagið fer í að fylla slönguna og þá bara bætir maður ekkert á tankin fyrir maður sér að það er einhverju 90. En í svona iðnaðarkerfum þá eru tankarnir góðir. Og fróðan hún er með frostþol allt niður í -20 gráður. Ef fróðan er hann 20 gráður köld þá er ennþá hægt að nota. Það er að hreinsa þessa fróðu upp í samband við mengun og grunnvatnið. Það er hún notuð í miklu magni á sama stað og oft. En ef það er einstakt tilfelli þá er ekki gert ráð fyrir hérna. Já, þannig að hún getur farið bara út í náttúruna. Já, þú getur sett hana það er eiginlega best að þú sem sagt, ef við erum að tala til dæmis sýnubruna eða eitthvað bruna úti í náttúrunni, þá er það einstakt tilfelli og þá notar maður bara það sem er og lætur hana liggja og gufa upp. Það er best að gera ekki neitt og láta hana gufa upp og nota sólarljósið og súrefni. Ef leið þú byrjar til dæmis að reyna að smúla hana í burtu hana, þá bleytir hana niður og hún fer bara lengra ofan í jörðina. Annars liggur hún bara ofan. Og svo er tæknin til dæmis með bílbruna. Við erum að nota mjög lítið vatn. Slökktum bíl í gær í Keflavík og það var nánast ekki dropi af vatni sem var letti annars staðar en bílinn, svona fyrir utan það við vorum með svona hryðju með 15 metrum á sekundu, þannig að það fauk svolítið. En inn í bílnum var svona pínu lítið vatn sjáanlegt á gólfinu í bílnum þegar hann var slökktur. Og við slökktum bara bílinn svona á tiltölulega fljótum tíma og svo létum hann bara standa og hann stóð allan daginn með bílinn hægt í hann. Hins vegar ef við erum notað B-fróðuna eða sérstaklega B-fróðu með flúor vegna þess að hún er alöflugust á stærri olíubruna, að þá er náttúrulega gert ráð fyrir að hýrða upp olíuna og vatnið og fróðuna og skilja því til þar viðeigandi endurvinnslu. En einstakt tilfelli út í náttúrunni á ekki þurfa að taka. Best að gera ekki neitt.